Mig langar að byrja að lesa 2 ritningarstaði. Það segir í Filippíbréfinu 2:16, haldið fast. Haldið fast. Haldið fast við orð lífsins. Má ég heyra, haldið fast við orð lífsins. Já, ekki laust, heldur fast. Ok. Orðskviðirnir 4. Heyrið 1-4. Heyrið synir áminning föður yðar, hlýðið til svo að þér lærið hyggindi, því að góðan lærdóm gef ég yður og hafnið eigi kenning minni. Hafnið eigi kenning minni. Ég vil bara skilja, hafnið eigi kenning minni. Það veit allir hvað kenning er. Komist að því, ef þið ekki vitið það, farið heim, flettið upp. Þangað til þið vitið það, kenning. Hafnið eigi kenning minni. Þegar ég var sonur í föðurhúsum viðkvæmt einkabarn hjá móður minni, þá kendi faðir minn mér og sagði við mig, hjarta þitt haldi fast, haldi fast, haldi fast orðum mínum og muntu lifa. Og þá muntu lifa. Ungu menn, í hvað eigið að halda fast svo þið lifið? Ég að tala við þennan hérna á fremsta bekk. Hvað áttu að halda fast í svo þú getur lifað? Hvað var ég að segja? Nú vil ég fá athygli. Og við höfum að halda fast í orðinars pappa, af því að pappi hann gefur okkur góðan lærdóm. Og ef við höldum fast í kennsluna sem pappi okkar gefur okkur, að þá lifum við góðu lífi. Sammála? Yes, gott. Og nú ætlum ég að lesa 3. ritningarstaðinn. Heyr nú Ísrael lög þau og ákvæði sem ég kenni yður til að þér haldið þau, svo þér megið lifa. Svo þér megið lifa. Ok? Mér langar til að tala ég ætla að nefna 3 orð, mörk. Mörk. Gildi, landamæri. Mörk, gildi og landamæri. Og ég vona að það skilir sér rétt á enska tungu. Já. Mörk, gildi, landamæri. Guð, hann setti hafinu mörk. Guð setti hafinu mörk. Guð setti þjóðunum landamæri. Það var Guð sem ruglaði tungumálum þjóðana og síðan setti hann þeim landamæri. Flugvellir hafa mörk. Flugvellir hafa mörk. Og á flugvöllum höfum við ljós sem marka þau mörk. Og við skulum lesa hérna nokkra ritningastaði áfram úr orðskviðunum, talandi mörk. Og við skulum fara í 22:28. 22:28. Fær þú eigi úr stað hinn fornu landamerki þau feður þínir hafa sett. Fær þú eigi úr stað hinn fornu landamerki þau feður þínir hafa sett. 23:10. Fær þú eigi úr stað landamerki ekkjunnar. Fær þú eigi úr stað landamerki ekkjunnar. 15:25. 15:25. Drottinn rífur niður hús dramblátra en setur föst landamerki ekkjunnar. Sjáðu, á tímum Mósebókanna og kannski á tímum Salómons, þá vildu ríkumennirnir stundum færa sín landamæri inn á landamæri
ekkjunnar, þeir vildu hnika til, þeir vildu jafnvel taka land af fátæklingunum og þess vegna var það Guð. Það stendur, ef að þeir gerðu það, þá höfðu þeir þetta fyrirheit frá Guði að hann myndi rífa niður hús þeirra og síðan staðfesta landamæri ekkjunnar. Af því að Guð, hann faðir föðurlausra, eins og stendur hérna, var í 1. 22, 28. Nei, það var ekki þar. Fær þú, í 23:10, fær þú eigi úr stað landamerki ekkjunnar og gakk eigi inn á akra munaðarleysingjana því að lausnari þeirra sterkur. Hann mun flytja mál þeirra gegn þér. Hann mun flytja mál þeirra gegn þér. Þannig að hér eru ritningarstaðir það að við eigum ekki að færa til þau mörk sem Guð hefur sett. Og ég var að hugsa í sambandi við mörk að þá lífið, það byggir allt á mörkum og á sem sagt landamærum og á gildum. Meira segja það ekki hægt að spila fótbolta án þess að hafa mörk. Vegna þess að ef við höfum ekki mörk í fótbolta, þá bara ekkert gaman. Og þess vegna höfum við eitt hérna sem núna í markinu, einhvers staðar inn í bæ, að verja markið, svo að þeir mega sparka boltanum allstaðar hvar sem þeir vilja, en hann vill ekki fá boltan inn í sitt mark. Þannig að ég vil bara koma þessari hugsun með mörk, með landamæri, með gildi, það eitthvað sem að gefur lífinu gildi. Það eitthvað sem gefur lífinu líf og það eitthvað til að vernd okkur, varveit okkur að við megum lifa. Kenning, hún setur ákveðin mörk. Kenning, hún segir okkur að við getum byggt þetta hús á þessum grunni, af því að það var einhver sem kunni og hann byggði á kenningu að það þyrfti svo sterkan grunn til að þetta hús stæði. Þannig að ef við byggjum ekki á kenningu, að þá getur húsið okkar hrunið. Nú, mörk, gildi og landamæri. Þess vegna það að ég segi samtök sem heita No Borders að það ekki guðleg samtök, það ekki eitthvað sem Guð hefur gefið vegna þess að Guð, hann talar landamæri. Og þegar við viljum ryðja burt öllum mörkum að það stjórnleysi. Það stjórnleysi. Þannig að taki eftir því að við viljum ekki vera í slagtogi við dómstól spillingarinnar, segir í Sálmi 94:20. Við viljum tilbiðja okkar Guð og við viljum lifa samkvæmt þeim boðum sem hann hefur gefið okkur, af því að þá fyrst munum við lifa. Amen. Og Guð vissi alveg þetta með mörkin og markmannin og allt það sem gefur lífinu gildi. En ég ætla að benda ykkur hérna á 2 ritningarstaði sem sýna okkur hvað gerist þegar þessi gildi og mörk sem Guð hefur gefið okkur eru færð úr stað. Í Sálmi 11, vers 3, þá segir: þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Og það góð spurning, hvað geta hinir réttlátu gert? Hvað megna hinir réttlátu? NLT, eða New Life Translation, nýja lifandi þýðingin á íslensku, hún orðar þetta svona: The foundation of law and order have collapsed. Grundvöllur laga og reglna eða marka, landamæra, gilda, hann brostinn. Hann að segja það, að þá bara brestur allt, þá hrynur allt. Þegar að grundvöllur laga eða marka, gilda, þegar að hann brestur, þá hrynur allt og sjáu hvað gerist svo. Þá bara byrja fólk að hrópa á hjálp, Sálmur 12, vers 2.
Hjálpa þú drottin, því að hinni trúuðu á brottu, hinni diglindu horfnir frá mönnunum. Amplified Biblían segir hérna að trúmennska og trúfesti sé horfin, að þá hrópar fólk bara á hjálp. Og hvað heyrum við okkar þjóðfélagi í dag? Það hrópað á hjálp. Það vantar stærri geðheilbrigðisstofnanir af því að við höfum lagt til hliðar þau gildi sem Guð hefur gefið okkur. Við hefum rutt koll þeim mörkum sem Guð hefur sett okkur að við mættum lifa. Og þá kallar fólk á hjálp og það í raun og veru eins og segir á einum stað að þeir sem gangi í myrkrinu, þeir vita ekki hvað þeir rasa. Fólk veit ekki af hverju þetta svona. Það gerir sér ekki grein fyrir því að það að varpa af sér viðjum hans og þeim mörkum sem hann sett okkur að við getum lifað heilbrigðu lífi og þess vegna tapar fólk geðheilsunni, unglingarnir okkar, þeir missa lífslöngunina, þeir vilja taka líf sitt, fólk að taka líf sitt, líf annara, af því að við höfum lagt og fært úr stað þau gildi sem að Guð hefur gefið okkur. Og alltaf þegar gildi eru færð úr stað, þegar þessi mörk eru færð úr stað, þá getum við sagt að nú stafar hætta að þjóðfélaginu. Það hætta á ferðum. Það hætta á ferðum. Það hætta á ferðum. Og það svo merkilegt að við vitum öll að það hætta á ferðum ef að hafið fer yfir sín mörk. Við vitum öll að það hætta á ferðum ef að einhver glæpamaður færi til markaljósin á endan á flugbraut vegna þess að þá verður flugbrautin staðsett ranglega. Við vitum öll að það hætta og þeir sem gera það, að þeir sem myndi gera það yrðu dæmdir í fangelsi. En hvað með þá sem færa þessi siðferðilegu mörk, þessi andlegu mörk? Menn tala mengun og það standa allir á öndinni yfir hlýnun jarðar og koltvísýringi og mengun og menn segja við getum ekki lifað lengur ef við höldum svona áfram. En á sama tíma eru sömu menn svo siðblindir að þeir sjá ekki þá mengun sem miklu alvarlegri og miklu vegna þess að hvað höfum við að lifa fyrir ef að andlega mengunin tortímir okkur. Sjáðu til, við náttúran, hún yfirleitt endurnýjar sig sjálf, en andlega mengunin, hún endurnýjar sig ekki sjálf. Það aðeins ein leið og það að gera iðrun og verða ný sköpun í Jesú Kristi til þess að sú mengun fari úr hjart okkar, and okkar og sál okkar. Og þess vegna það svo mikilvægt að gefa þessum mörkum gaum og þessum gildum gaum að við megum ekki færa þau úr stað, segir drottinn. Hann segir að við eigum ekki að færa þau gildi og mörk sem hann hefur gefið okkur úr stað. En þegar við lítum yfir söguna, þá sjáum við hvernig þetta hefur færst margt hefur færst úr stað smátt og smátt. Þegar ég var strákur, að það var óhugsandi að fólk í söfnuðunum myndi skilja. Það var bara ekki til, svo hugmyndafræði var ekki til. Einn ríður á vaðið og það brotið blað. Gildi hafa verið færð úr stað. Síðan kemur annar og síðan kemur hinn næsti. Og það yfirleitt þannig, það einn sem ríður á vaðið og þá búið að breyta ákveðnum gildum og þessi hugsun sem var ekki til áður, hún komin inn. Nákvæmlega sama með, sjáðu til, og nú höfum við sambúð og svo höfum við sambönd sem ekki einu sinni sambúð og sem sagt mörkin hafa verið færð til og fólk sem sagt veit ekki af hverju það kynnsjúkdómar, það veit ekki af hverju það sem sagt í sálarangist og sálarneyð. Jú, geðlæknarnir vita það, þeir segja ef að unglingar byrja að stunda kynlíf og snemma, þá getur það haft áhrif á geðheilsuna þeirra. Ég meina, þetta voru ekki biblíufræði,
Þetta voru bara geðheilbrigðisfræði. Þannig að af hverju ekki að hafa þessi mörk þar sem Guð setti þau? Svo höfum við ákveðna fræðinga sem segja okkur það að kynlíf sé allt í lagi bara ef að báðir aðilar vilja það og þá sé eitthvað til sem heitir smokkur sem sagt leysi öll mál. Segið þið geðlæknunum þetta? Segið þið unga fólkinu sem hefur verið að taka líf sitt þetta? Hvað að? Jú, við höfum fært úr stað þau mörk sem Guð sett okkur. Við getum bara sagt, og ég veit að ef einhver sér þetta vídeó þá segir hann eflaust að þetta sé svo gamaldags og svo hallærislegt og svo bla 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 bla, en sjáðu til, ef við myndum lifa eftir þessum boðorðum, þá væru ekki kynsjúkdómar. Þeir væru ekki til í heiminum. Þeir væru ekki til. Af því að einhver færði gild úr stað, þá höfum við kynsjúkdóma. Af því að laun syndarinnar sjúkdómar og laun syndarinnar dauði. Og fyrst kom einn út úr skápnum, ég gleymi því ekki að fyrir svona 40 árum, þá kom maður út úr skápnum á Íslandi og það var skrifuð grein, það var viðtal við hann í Morgunblaðinu og hann sagði þegar ég kom út úr skápnum, þetta viðtal var reyndar löngu síðar, þá var djöfullinn laus, sagði hann. Já, einmitt. Það voru ákveðin gildi færð úr stað þegar þessi maður kom opinberlega fram úr skápnum, síðan kom sá næsti og nú hafa hundruðir komið út úr því sem þeir kalla skáp, af því að það voru ákveðin gildi færð úr stað. Áður en að þessi maður kom út úr skápnum, þá töldu allir Íslendingar að þessi lífsmáti væri óeðlilegur. Í dag telur meiri hluti Íslendinga að þessi lífsmáti sé eðlilegur. En sjáðu til hvernig almenningsálitið það sveiflast og það breytist eftir bara því hvernig vindurinn blæs. Þessi maður sem ég að tala hann þurfti að flýja land og hann var mörg ár erlendis. Þannig að þið sjáu hvernig almenningsálitið hefur breyst á þessum árum. Sumir segja það sé gott að nú séum við orðin menntuð og uppfrædd, en ritningin segir annað. Einn segir í dag, ég hvorki karl né kona. Og vitið það að nú höfum við orðið nýja, iðngrein til þess að greina öll þessi kyn sem eru orðin til. Fólk stendur ráðþrota gegn þessu vegna þess að sumir segja jafnvel að það séu til 30 kynafbrigði og þetta byrjaði með því að einn kom og sagði ég hvorki karl né kona. Síðan kemur annar og segir ég ekki þetta og ég ekki hitt og í dag ég karl, á morgun ég kona, hinn daginn veit ég ekki hvað ég Sjáðu, þetta að gerast í okkar þjóðfélagi, mörkin gildin hafa verið færð úr stað og það sem gerist að við höfum þjóðfélag þar sem grundvöllinum hefur verið kippt undan okkur og spurningin hvað geta hinir réttlátu gert. Í 2. Tímóteusarbréfi þá talað 4. kafla að ekki nóg með það að menn færi gildin úr stað, heldur koma fram kennarar sem segja okkur að þetta sé gott, þetta sé rétt og það ekkert nýtt. Páll, hann spáir fyrirfram þessa menn. Hann segir í 3. versinu í 2. Tímóteusarbréfi 4. kafla, þann tíma mun bera menn þola ekki hinn heilnæma kenning. Heldur sópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þannig að nú búið að leggja þessi gildi til hliðar, það búið að færa gildin úr stað, þá koma kennarar og segja, já,
svona á þetta að vera. Þetta alveg rétt. Svona voru Rómverjarnir til forna, svona voru Grikkirnir til forna og svona viljum við hafa þetta. Og það segir hér að þeir munu snúa eyrum sínum frá sannleikanum, frá kenningunni, frá boðum Guðs, frá lífinu. Þeir snúa eyrum sínum frá lífinu sjálfu og hverfa að ævintýrum. Og ég veit ekki hvað við höfum margs konar sáluhjálpar námskeið í dag, sem mörg hver byggja á hálfum sannleika og hálfri lygi. Þeir blanda saman Biblíunni og blanda saman humanisma. Og þetta ekkert nýtt vegna þess að þetta gerðu Ísraelsmenn forðum. Þið getið lesið það í annarri konungabók að þeir tilbáðu Guð en þeir tilbáðu einnig skurðgoðinn. Og þetta það sem Guð hatar. Guð vill að eiga fólk, alveg eins og þú vilt eiga þína konu fyrir þig, þá vill Guð eiga sína eigin konu fyrir sig. Þetta snýst ekki boð og bönn. Þetta snýst kærleikssamband milli Guð og manns. Guð elskar mannin, hann gaf honum lífið, hann vill hann lífi. Óvinur okkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón. Hann leitandi að þeim sem hann geti gleypt til þess að taka hann frá Guði. Þannig að gildin, mörkin, þau átt að vernda. Og hver það sem vill færa þau úr stað? Það sá hinn sami og færði þau úr stað í garðinum Eden forðum sem beindi sjónum Evu að því sem hún átti ekki að gera og sagði henni að það væri allt í lagi að gera þetta og gildi voru færð úr stað. Syndin kom inn í heiminn. Og síðan þá hefur þessi sami djöfull notað það sem við höfum kallað veldisbrota guðleysisins til þess að halda fólki í fjötrum. Hann heldur þessum sprota á lofti, veldisbrota syndarinnar, veldisbrota guðleysisins og hann í raun og veru þjakar fólk með syndum þeirra og við vitum það að laun syndarinnar dauði, en það svo skrítið að á þessum sprota alltaf einhvers konar mjög hugguleg beita sem dregur fólkið og síðan þegar hann búinn að draga að þá byrjar hann að stjórna og pína. Og ég veit ekki hvort þið heyrðu brandarann mannin sem fekk að prófa einn dag í helvíti og einn dag í himnaríki og hann lenti á kosningavöku hjá djöflinum. Það var allt svo fallegt, það var allt svo fínt. Og síðan átti hann að velja. Og það voru golfhæðir og það var kavíar og kampavín. En svo þegar hann kom aftur, hann var búinn að vera einn dag í himnaríki og hann kemur aftur niður, að þá var allt gjörbreytt. Og þá segir hann, hvað þetta? Já, djöfullinn sagði við hann, í gær var kosningavaka, nú ertu búinn að kjósa. Og vitið það, þetta svo talandi að það segir að syndin lævís og lipur og margt í sambandi við syndina heillandi og töfrandi, en þegar við veljum þann lífsmáta að þá er það höfundurinn og faðirinn, hann nær tökum á lífið þínu til þess að eyðileggja og eyða. Og það þess vegna sem Drottinn segir okkur að halda fast. Og þessi spurning, hvað megna hinir réttlátu? Hvað megna hinir réttlátu? Ég var að hugleiða þessa spurningu, hvað megna þegar allt þetta hrynur? Og ég raunin að lýsa okkar þjóðfélagi í dag. Hvað megnum við? Hvað getum við gert? Jú, hvað segir ritningin veldisbroti guðleysisins? Hann hvílir ekki á landi hverra? Réttlátra. Hann hvílir ekki yfir okkur, við erum frjáls. Við getum gert hvað sem við viljum. Við erum frjáls, við getum lofað Guð, við þurfum ekki að taka þátt í syndum annara, við þurfum ekki að ganga þennan veg undir veldisbrota guðleysisins, við getum hjálpað öðru fólki að losna undan viðjum sprotans. Amen. Þannig að við höldum fast.
við höldum fast. Og það ritning í Samúelsbókinni og þá erum við að koma að lokum. Annarri Samúelsbók 23:9 og málið að við þurfum að gæta að okkur á hvaða vegi erum við. Spurðu sjálfa þig, á hvaða vegi er ég? Er ég á vegi myrkursins? Er ég á vegi á götu réttlátra? Á hvaða veg er ég að ganga? Er ég að flæða með öllu þessu? Er ég að flæða með? Eða hef ég tekið stöðu mína undir kenningu föður míns? Hef ég tekið stöðu mína undir kenningu föður míns? Segi ég við sjálfa mig, ég vil halda boð þín Guð að ég megi lifa. Gættu að á hvaða vegi þú gengur. Margir kristnir halda ekki lengur fast. Heldur bara að flæða með. Sko, ég man að hann æpredikari, og man ekki hvað hann heiti, það skiptir ekki máli, hann dró þessa mynd að það var straumhörð á og margir bátar fóru niður ána. En svo var einn bátur, hann sneri rétta átt og hann virtist vera að hann væri að sigla á móti straumnum. En hann sneri rétta átt, en hann barst samt með straumnum. Þó hann sneri rétta átt. Og hann gaf okkur þessa mynd að bátarnir sem fóru niður, það voru þeir sem vildi ekkert með Guð hafa, en hinn báturinn, að það var fólk sem játaði Guð, en það barst með straumnum. Og þar viljum við ekki vera. Önnur Samúelsbók, 23. kafli, og það uppáhalds hermaðurinn minn. Hann heitir Elesar Dódósson og hann var Ahóiti og hann var með Davíð í Pass-Damnim, en Filistar höfðu safnast þar saman til orustu. En Ísraelsmenn hörfuðu undan, takið eftir, sumir létu berast með straumnum, þeir hörfuðu undan, en Ísraelsmenn hörfuðu undan, þá stóð hann fastur fyrir. Hann stóð fastur fyrir, barði á Filistum, uns hann var þreyttur í hendinni. Uns hann var þreyttur í höndinni og hönd hans var kreft sverðið. Hann hélt fast. Hann var þreyttur en hann hélt fast. Hann var þreyttur en hann hélt fast. Hann var þreyttur en hann hélt fast. Hver hefur upplifað það að vera þreyttur og sagt, nú get ég ekki meir? Sjáðu til, ef þú lærisveinn Jesú Krist, þá ertu þreyttur en þú getur alltaf meir. Þú getur alltaf meir. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gerir, þreyttur ekki þreyttur, ég megna allt fyrir hjálp hans sem í styrkan gerir. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gerir, þreyttur eða ekki þreyttur. Þegar aðrir hörfuðu, þegar aðrir sátu heima, boruðu í nefið, horfðu á sjónvarpið, þá var þessi maður staðfastur frammi fyrir augliti Guðs að biðja. Við getum sagt að það hafi verið þannig. Og það segir, en Ísraelsmenn hörfuðu, stóð hann fastur fyrir, barði á Filistum. Hann barði á illu öndunum. Og þangað til hann var þreyttur í hendinni, hönd hans var kreft sverðið. Hann var þreyttur en hann hélt fast. Og drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi. Hvenær veitti drottinn sigur? Þegar einhver var þreyttur. Þegar einhver var þreyttur. Þegar einhver var illa upplagður. Þegar einhver, honum leið ekki þannig að það væri sigur. Það var þá sem sigurinn kom. Amen. Það var þá sem sigurinn kom. Þegar einhverjum leið þannig að hann gæti ekki sigrað, þá gaf Guð sigurinn. Og það þess vegna sem við eigum að halda fast í orð drottins og gefa gaum að þeirri kenningu sem að orðið hefur gefið okkur sama hvað hver segir. Og það eitt vers hérna, Sálmur 12:6, og það í samræmi við þetta vers sem ég las hérna hann Eliezer. Það í samhljómur þar á milli, vegna þess að hann hélt áfram þó hann væri þreyttur. Af hverju hélt hann áfram þó hann væri þreyttur? Af því að hann þráði sigur. Það var eitthvað í honum, hann bara gat ekki gefist upp, hann þráði sigur. Og hér segir í Sálmi 12:6, sakir kúunar hinnar hrjáðu, sakir andvarpa hinnar fátæku, vil ég nú upprísa, segir drottinn, ég vil veita hjálp þeim þrá hana. Sjáðu til,
Stundum þarft að ganga í gegnum þreytuna, þú þarft að þrá þetta svo mikið að þú segir, Drottinn, mér alveg sama, ég þreyttur, ég ætla samt að halda áfram. Það sýnir að þú virkilega þráir hjálp Drottins. Þú þráir það. Þú hættir ekki fyrr en að sverðið gefur þér sigur. Sverðið sem hann hélt var orðið. Það var kenningin. Og þegar hann hélt stöðulega, þá gaf Guð mikinn sigur. Og ég trúi systkini að þegar við bara höldum fast í Drottinn, þá gefur hann sigur. Þetta snýst ekki árangur, þetta snýst ekki að þetta eða hitt svona stóra kirkju, þetta snýst nærveru Guðs á meðal okkar. Hann okkar Guð, við erum hans fólk, sama hvað hver segir, hérna kem ég, eins og Willi Hansen auglýsti forðum, Willi Hansen, sonur hins lifanda Guðs, predikar og syngur. Og það eruðu allir hneykslaðir og sögðu, hvað þykist hann vera þessi? Hann bara vissi hver hann var. Hann sagði, ég sonur hins lifanda Guðs og ég ætla að predika og syngja og Guð faðir minn. Var það hroki? Nei, það var trú og það var traust á föðurinn. Sonur hins lifanda Guðs. Þú dóttir hins lifanda Guðs. Hvað geta mennirnir gert mér? Lofaði sér Drottinn, hrópa ég, og ég frelsast frá óvinum mínum. Hrópa það nógu oft, þangað til að óvinurinn nennir ekki lengur að hanga á þér. Hrópaðu, lofaði sér Drottinn, lofaði sér Drottinn, lofaði sér Drottinn, og illu púkarnir sem reyna að kremja þig og kreista þig, kúa þig, þeir get ekki hlustað á þetta. Lofaði sér Drottinn, lofaði sér Drottinn. Hrópa ég og ég frelsast frá óvinum mínum. Þetta spámannlegt orð Davíðs. Drottinn veitir hjálp þeim þrá hana. Höldum fast í orð Drottins. Látum hendi okkar vera krefta sverðið. Í Jesú heilaga, blessaða, góða nafni. Amen. Amen.